við eigum auðvitað ekki að hræðast eina þjóð frekar en aðra í sjálfu sér. Umræðan nú svolítið þannig, Kínverjinn vafasamur sko. Mér finnst þess að uppkaupi í Vopnafirði og í Fljótunum falla undir nákvæmlega sama. Svisslendingurinn í Mýrdalinn sem þú nefndir, ábyggilega ágætismaður, ég þekki hann ekki. En hann keypti þarna fjölda jarða, hann setti, var voða góður og sagði mönnum að þeir mætti búa á jörðum sínum í 10 ár. Svo þegar sá tíma var liðinn, þá fór hann að samtöðu sveitarfélag og sagði ég ætla að ryðja öllum húsum burt, ég ætla að borga ykkur fasteignagjöld 2-3 fram með tíman svo verður ekki mikið áfall fyrir ykkur. Já. Afleiðingin eyðibýlastefna, það sem enginn sem býr í þessum dal, það engin hús, það engin starfsemi, það engin börn í leikskólanum. Þetta ekki það sem við viljum. Ég ætla einmitt að spyrja, hvað í húfi? Sko? Þetta það sem í húfi. Þetta sé ekki í íslenskri eigu. Ekki bara það, ég meina við erum líka með mjög skýran vilja sko, til þess að við skilgreinum okkar auðlindir sem sameign þjóðarinnar, svo dæmis er tekið. Og við höfum því miður okkur hefur enn ekki lánast að koma því ákvæði stjórnarskrá. Og það er auðvitað eitt grundvallaratriði sem þarf að horfa til í þessu samhengi. Því hér, eins og ég segi, fylgja auðlindir landi. Ég meina þessi landareign sem nú í umræðu, þar eru vatnsuppsprettur, jarðhiti og annað slíkt. Og það í húfi. Það í húfi það sem Sigurður Ingi nefnir hérna sem bara búsetan land allt.